lendi aldrei að vera læstur úr himnaríki, en Bruno Mars var það í þessu lagi, Locked Out of Heaven. Klukkan orðin rúmlega 4, eða svona eiginlega bara akkurat 4, þennan mánudaginn, það er 10. júní og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Hér beint á móti mér situr hann eins og alla mánudag, hann var eitthvað ekki síðasta mánudag, eins og flesta mánudag. Björn Bragi, vertu velkominn. Takk fyrir það. Þú ert Arnarsson, ekki? Jú. Já, Björn Bragi Arnarsson. Son of Arnar. Son of Arnar og er sjónvarpsmaður ársins fyrir ykkur sem vissu það ekki. Frábær strákur úr Árbænum. Já. Og ætlar að heiðra okkur með nærveru sinni hér næstu 2 klukktímana. Já, ég ætla að reyna að ná 2 tímum. Takk fyrir það. Kannski fer ég eitthvað fyrir. Ertu kannski farin 5, ef þú ert í þannig skapi. Já. En já, þetta er fínasti mánudagur, ágætis veður úti. Já, nú 17. hiti. Þetta er að byrja. Já, að vantar samt sólna, hún rétt lét sjá sig. Já, en það er alltaf hlýtt, sko. Já, það er mjög hlýtt úti og það er ekki þetta kvarti við þessu. Já, það var svona heitur vindur á tímabili. Já, maður lendir ekki oft í því. Það er oftast þannig ef það er gott veður á Íslandi. Þetta er svo betur var að ræða hérna síðasta miðvikudag. Þú ert kannski bóngo og blíðu en þú mátt ekki labba fyrir vegg, eða handa fyrir vegg. Þá er bara komið eitthvað ógeðslegt, svona kaldur vindur eitthvað og... Já, ef maður finnur gott veður þá má maður ekki hreyfa sig. Nei, bara vertu kjur. Já. Þannig er Ísland í góðu veðri. Já. En þetta er pínu svekkelsi í mannskapnum á þennan mánudaginn. Við áttum séns á að kom okkur í ansi góða stöðu í riðlinum okkar í undankeppni HM. Já. Kallalandslið okkar að spila á föstudaginn og töpuðu 4-2 fyrir Slófunum eftir að vinna á 2-1 úti, maður. Það var svekkjandi. Já, þetta er það sem við kallum svekki á tyggjó. Já, viðbýður. En ég meina, við eigum ennþá séns. Já, Noregur gerðu jafntefli þannig, en spáðu samt hvað hefur verið gott fyrir okkur að fá 3 stig. Já, algjörlega. Og sérstaklega líka að tap ekki leiknum. Já, jafntefli, það er ágætt, sko. Já, fórstu á leikinn? Nei, ég er nefnilega að mista á honum. Ég var að skemmta á sama tíma. Ég skilði. Þannig að því miður, ég fer eiginlega alltaf á landslíki. Já. Og Það var líka bara svo, ég kíkti á leikinn, það var svo góð stemming, maður. Ég var alveg búinn að ákveða að fara á hann, svo bara komst ég ekki, en var ekki geggjur stemming. Jó, mjög góð stemming og Íslendingar létu í sér heyra að þetta var svona næsta því sem maður komist að fara á leik úti. Það var svona alvöru stemming bæði fyrir leik og svo náttúrulega magna að klappa fyrir Hemma. Það var hálf klökk og þá bara. Nákvæmlega. Það er bara svo svekkjandi með þennan völl með þessa djöfusins hlaupabraut. Já, afsakið orðbragðin, það er alveg rétt, sko. Þetta skila sér ekkert niður á völlin, sko. Ég fór líka alltaf að hugsa, ef að stúkan var alveg völlin, hvað var hægt að gera mikla grifju hérna? Bara 10.000 manns, allir kolruglaður. Já, nákvæmlega. Fyrir leikmennina, völlin er svona opinn og það er þessi hlaupabraut, þannig að það er langt á milli. Þó þessi geggjur stemming í stúkunni, það skila sér ekkert alveg til út á völlin, sko. Það er alveg góða punktur og það er náttúrulega, sko, gengur ekki að fá sér 4 mörk á heimavelli. Hvaða grín er það? Nei, það var ekki gott, sko. Ég veit ekki. Ég var að vera brjálaður að þetta leit svo vel út, Konni, 2-1, maður svona... Já, þá nefnilega, sko, þeir lendu 1-0 undir og þá svona, en svo komst þetta 2-1. Í gamla daga, þegar landsliðið lendi 1-0 undir, þá fannst maður bara leikurinn búinn. Þarna takaði bara á einhverjum 10 mínútum, skora 2 mörk, Konni 2-1, maður bara hugsaði, herru, það er eitthvað að gerast hérna. Já. En svo dóð. Það vantaði svolítið Gylfa líka. Já, munum Gylfa. Ég líka vilja sjá bara, ekki það, mann er nú kannski hlutdrægur. Ég vilja sjá Egil þarna byrja inn á. Já, þú ert nú ekki einn það, sko. Það skil ekki allt okkur var ekki pláss fyrir hann þarna í liðinni í byrjunleiks. Já, því að hann er í fínu formi. Já, hann er fínu standi kallinn, þannig að koma inn á. En við skulum hætta að ræða hann að leik, maður fyrir bara í vont skap. Nei, við horfum bara the only way is up. Það er hárrétt hjá þér. Við vinnum næsta leik. Vera bjartsýnis. Það er frábært þáttur framundan hér hjá okkur Bjössa. Við erum með fasta mánudagslið eins og netmisnotkun, sturlaða staðreyndir, barnalandið. Við ætlum að stríða góðum vinn okkar og ringja okkur símtöl. Þannig að það er bara veisla á mánudegi og við ætlum að byrja hér á ungum dreng. Ég held að hann sé fara á Bretlandi. Hann heitir Ed Sheeran og hann er, kannski aðeins svo gammal til að vera að leika sem í Lego-kubba en... Þetta eru ljúfir tónar hér í FM 95 með Blöð á þessum fallega mánudegi. Klukkan er 5 gengin í 5 og Auðun Blöndal og Björn Bragi sita hérna við hljóðnum hana. Verða með ykkur til klukkan 6. Mikið rétt. Er þetta ekki svona feelingur sem varst að tala um? Jó, bara tala eðlilega og vera þægilegir. Það er ekki það sem að fólk vill að noti. Já, ég veit ekki. Það er samt fyndið, maður dettur í ekkert svona, ég tala ekki svona rætt heima hjá mér. Nei, eins og í útvarpinu? Já. Nei. Maður er einhvern veginn svona veðrast aðeins upp. Já, nú ertu eðlilegur. Ég er eðlilegur núna, sko. Já. Svona myndi ég tala við þig ef við sætum hérna frammi. Já, mér líkar ekki við það.
Nei, þú vilt hafa kallinn svona? Já. Það er alveg stað 5957 topp tónlistastöðina. Þetta var Ed Sheeran með Lego House. Meistari Ed Sheeran. Við ætlum alltaf áfram með topp tónlist. Björn bara eitthvað að gera þessu stöpulsum út rugglaður. Það er komið að slúðri og ég er með ágætið slúðurpakk í dag. Já. Hérna, ég ætla að byrja slúðrið á Justin Bieber. Já. Hann var á skemmtistað í LA núna um helgina. En var hent út sögðu þess að hann var ekki komið aldur. Hann er náttúrulega ekki nema 19 ára. Já. Og þú vart að vera orðin 21 árs til að fá að vera á þessum skemmtistöðum hérna í LA. Já. Og það er náttúrulega að vita það í allir að hann hefur ekki aldur. Þannig að þetta er svolítið erfitt fyrir hann að vera að fara að skemmta sér í Bandaríkjunum. Þú eins og fyrir Nilla hérna. Já, Nilli er náttúrulega svona íslenski Justin Bieber, álíka frægur. Já, Nilli er Justin Bieber Reykjavíkur. Nilli. Já. Justin Bieber okkar Íslands, en hérna já, þannig að hún var að vísa á til. Hann var ekkert alltaf sáttur með það. Það vantar ekkert sjálfstressi í Justin Bieber þess að dagana. Nei, heyrðu, ég var að horfa á NBA um daginn. Já. Það var Indiana, Miami. Sástu þegar myndavélum fór á Justin Bieber? Já, hann var ekkert a happy camper. Sorry, hann var glataður, sko. Ég veit að, ég er ekki hater, sko. Ég fíla Justin Bieber og ég sá myndina og mætti bíó og sá myndina og var bara... Já, þú og Jón Jónsson tveir saman, ekki? Jú, og ekki með kæristum ykkar og ekki með frængum ykkar eða neitt? Við 2 og 411 ára stelpur. Já, þið basically bara sátu hann eins og var að leita ykkur að fórnulömbum með það? Þetta er rólegur. Hvað? Tveir fulla þeim menn? Við fórum bara að njóta þessi svo góða bíómynd saman. Ok. Flott mynd, en bara þetta skot á honum á þessum NBA-leik, það var ekki svolt, sko. Já, bara í fíl. Já, og ég sá þetta, sko. Þykka gullkeðju eitthvað niður á nafla og eitthvað, þetta var eitthvað svolítið tilgerðanlegt. Hann er aðeins að tapa sér í töffaraskarni núna, en hann hótaði í að dyrraverðanum að vísa honum að hann myndi bara bjóða öllum sem á skemmtistalum heim til sín í Bali. Það var loka. Já, flott. Það gerist ekki. Hann gæti örgulega. Var ekki Bon Jovi að drulla eitthvað yfir hann um daginn? Bon Jovi er að lifi, þá þarf það að vera hissið með buksunar, því maður. Að Bon Jovi sagði, svona kemur fram við aðdæðanduðina, þú veist, að láta alltaf býja einhverja 2-3 tíma. Bon Jovi, það er ástæðan fyrir hann er búin að enda 50 ár. Hann kann Bon Jovi. Já, hann er snillingur, ég ætla að spila eitthvað gott lag með hann. Rólegur. Legend. Mér langar að tónleika með hann, ég hef alltaf dýrka búin. Já. Svo er næklúður og það er af Erin Brockovich. Já. Æ, það er örgulega öllum drullu saman. Þetta er kona sem að Julia Roberts leka á sínum tíma. Í samnefndri kvikmynd eftir Steven Soderbergh. Hún gerði vel. Fekk Óskarinn fyrir. Já, en það er einhverju breytti tímar hjá Erin Brockovich þess að dagana. Allavega hefur gerð framhaldsmynd því að hún var tekin full á bátnum sínum núna. Á föstudaginn. Bátnum sínum? Já, hún er bara komið eitthvað bát og eitthvað. Þannig í framhaldsmyndinni. Það er drunk sailing. Þá er hún bara rolling in deep, sko. Já. Þannig að, já, hún alltaf hafðist ekki eitthvað peningar sér þarna því að hún var tekin full á bátnum sínum. Og þetta var rétt hjá Las Vegas, þannig að hún er bara að lifa góða lífinu núna eftir þessa bíómyndaldi. Já, einmitt. Þetta er oft svona þegar fólk fær skyndilega mikið pening, sko. Hefur kannski ekki átt mikið pening fram að því. Ég hef oft sagt það í þessum þætti og meina það. Ég held að ég myndi ekkert hafa gott að því að vinna til dæmis í lottói. Einhverjar 100 milljónir, ég myndi drublast. Já, einmitt. Þú verður líka ekkert... Þú hefur ekkert við peningu að gera. Nei, þú verður líka ekkert endilega hamingjusamari. Ég held bara, ef maður ekki hamingjusamastur, ef maður hefur bara á ofan í sig og á. Jú, ég átti gott samtal um daginn við vinn minn, þar sem vorum að ræða það. Það er sko, þú veist, þú þarf bara að eiga ákveðin pening, skilur, til þess að komast af, fattur, eiga húsaskjól og mat og svona, skilur, bara algjörð basic. En svo eftir það, þá bætir þú held ég voða lítilli hamingju við þig, skilur. Ég er alveg sammála því. Þó að þú bætir einhverjum 100 milljörðum við, sko. Já, ég myndi bilast. Já, þú veist, á meðan út bara frjáls og hérna, ég myndi bara ógeðslegur. Allt að borða og svona. Ég myndi borga bara, veist, þetta væri of gott til að vera satt, held ég. Já. Það eru allir dagar eins, held ég. Þetta væri svo kallar bjarnargreiði. Já, svo er það, loka slúðrið þar af American Idol. Ég er nú Idol-lúði og viðurkennt það oft hér í þessum þætti. Já. En það er allt í rugli þar núna. Okay. Þau eru öll að hætta, Randy Jackson er að hætta og Mariah Carey og þau og Nicki Minaj. Já. Og svo núna var verið að reka Nigel Lythgoe sem hefur verið með þeim síðan 2002, eða frá því Idol byrjaði. Já. Og ég held að þekki nú flestir Nigel Lythgoe úr So You Think You Can Dance, hann er dómari þar. Þetta með síðahárið, veist ekki hvað það er, krullunar? Jú. Já, hann er búinn að vera pródusent á American Idol, allar seríurnar og nú er verið að láta hann fara því að þá að reyna að hrista eitthvað upp í þessu eftir lélegt áhorf í ár. Er þetta ekki bara komið gott? Það er spurning, við vorum að ræða um daginn við Sveppi, hvort þetta sé búið bara. Ég horfði á eina seríu og mér fannst það fínt en ég nætti ekki að horfa á meira. Nei, varst það komið nóg bara? Já, það var þegar Lambið var, sko, Adam Lambert. Já, Lambert var góður. Já, hann var bestur.
Þetta var slúðurpakki dagsins. Er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta, Bjössi? Nei, ég vil bara hrósa þér fyrir góðan slúðurpakka. Takk fyrir það, ég var mjög ánægð með hann sjálfur. Einfaldur og góður. Já, svo geymdi ég eitt slúður sem ég ætla að ræða við hérna eftir. Wayne Rooney vinn minn, ég held að við dræðum hvað er að fara að tala. Já, ég laka til. Og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Miðasalan á nýju sýninguna hefst á 50 klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. The lack of money is the root of all evil. Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Nú er boltinn hjá þér, Lengjan. Taktu þátt í leiknum. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. FM 95 Blö á FM 957. Ötti og Bjössi með ykkur til 6 í dag. Við erum hér í fínasta feeling og nóg framundan hér í okkur strákunum. Á topp tónlistarstöðinni. Já, hér er spilið topp tónlist, það er bara þannig. Já. En við Bjössi vorum að ræða hérna á milli laga hérna á hann að sameiginlegu vinnur okkar og eitt besti vinnur minn, Hugi Halldórsson, sem var einmitt með okkur í 70 mínútum og strákunum. Betur þekktur sem Ofurhugi. Já, en sko það er samt nafn sem hann þolir ekki í dag. Já, hann vill loka hurðinni á fortíðina. Já, hann skamma sín ekkert fyrir að vera Ofurhugi, sko, og fannst gaman náttúrulega að vera í þáttunum og svona, en það er bara, hann þolir þetta ekki í dag, það er ekki séns að ræða við hann, sko, að gera eins og við ætlum að vera með eitthvað reunion þátt. Já. Það var ekki glæta að hann myndi fara í gula gallan. Nei, hvað af hverju er hann svona viðkvæmur fyrir þessu? Ég veit það ekki, það er eins og eitthvað komið fyrir bara til lokinu. En hvernig byrjaði hann eiginlega í þessu? Hvernig datt hann inn sem Ofurhugi? Okkur vantaði eitthvað nýtt og fest atriði í 70 mínútum. Já. Og hann kallaði þessu Ofurhugi áður en ég gerði það. Já. Hann sendi einhvern veginn á mig Ofurhugi þegar hann náttúrulega heitir Hugi. Já, en hann hefur aldrei verið neitt geðast þorin eða neitt. En hans atriði var svolítið, þetta var svona Jackass dæmi eitthvað, svona, hann átti að gera eitthvað svona, Já, við hendum honum alltaf í það sem við þorðum ekki að gera. Já. Og hann er svo einu sem við farið í sjúkrabíl og hann fór 2 ári í sjúkrabíl í 70 mínútum. Já, hvenær var það? Einu sinni því að við vorum eitthvað að, ég veit ekki af hverju, en við vorum að íta teiknibólum í hann. Og allt í hennu fekk hann bara eitthvað þvílíka bólgu og hún hætti bara. Já, það var að stinga hann með teiknibólum. Já. Ok, og ótrúlega fyndi, þannig. En og svo var hittadrið og ég gleymi því aldrei, því að það er fyrsta sinn sem að ég 2 ára ógeðslega hræddur. Og það var, annað atrið var þetta, það var þá var hann að setja hitakrem í augun á sér. Íbarast. Og svo var hann bara blindur og grét bara ég sé ekkert og öskra og ég var alveg skítrædd. Við náttúrulega hringdi bara sjúkrabíl og þeir komu og dældi eitthvað svona saltvatn eða eitthvað augun á honum og hann bara umturnaðist. Vá. Já, það var ógeðslegt atrið og 1-2 skiptin sem við hræddur, það var það atrið og þegar við vöktum Hödda Magg. Þá held ég Höddi Magg var að fá hjartaáfall því að hann bara gæti ekki tala og þá var ég skítræddur líka. En við ætlum að ringja hérna eins í Ofurhuga og segja mér langar ógeðslega að spyrja svona, segja hann eins í útvarpinu og það sé fólk að spyrja mig alltaf líka að hjálpa sér í stekkjanir og eitthvað svona. Já, við skulum leiða hann aðeins áfram. Byrjum svona rólega, bara svona að tjekka hans á honum og svona tala eitthvað stekkjanir og eitthvað svona og svo kemur við bara að þessu. Já. Hýjum á eiga það, hann er búin með sama símanúmer síðan að gemsanir byrja. Það er afrek. Nei, mér finnst ekki skrítið. Halló? Hugi Halldórsson. Rann. Komdu sæll og blessaður, þú ert í beinni útsendingu í FM 95 Blö. Já, sællinur. Þetta er Auðun Blöndal, æskuvinnuðinn og við hliðina á mig situr Björn Bragi. Sæll. Já, sællir með það. Hvernig hefur það þennan mánudaginn? Ég er bara hress og kátur. Ekki? Hvað er Ekki nægt. Hvað er verið að brasa? Við erum bara hérna vinnufundur. Vinnufundur, já. Já, hann var á miðum fundi þegar hann svaraði, þú heyrði það. Já, hann var að tala við eitthvað. Já, voru reyndir að ræða í akkur að Paris Jackson, dóttir hans Michael Jackson, akkur hún ætti að vilja gera svo á púls. Já,
nákvæmlega. Það er vinnufundur kringu það mál. Já, Nei, það bara svona var afspringi, sko. Ég var að tala um það, ég vildi alltaf að mamma, þegar ég var lítill, þá vildi ég alltaf að mamma og Michael Jackson eru par. En þá sagði Simmi að það hefði aldrei komið til greina af því að Michael Jackson var ekki fyrir konur. Og ég var reynum aldrei í mói fyrir það. Já, það er endar ágættis fyrirvildi. Ég heldur endar alveg hrifinn á konum. En við vorum að spá hérna, Hugi, það er verið að stekkja fólk allan bæ og svona. Og gæsanir. Og það er oft verið að hafa samband við mig til dæmis og spyrja hvort ég geti hjálpað við stekkjun og eitthvað. Og mig. Og Bjössa. Já. Hvað ertu að rukka fyrir að koma sem ofur í góða stekkjun? Svona 1,5 milljón. Takka fyrirfram. Það er svona, ef þú höfum með eitthvað skemmtilega stekk og hann vil flippa með ofurhuga. Já, bara einhver hreska í að gefa afslátt. Nei, verðið það er ekki, þetta er bull, það er ekki verð á þessu, það er ekki kæm aldrei. Áttu ennþá gula gallan? Það er einhverjum skítum bónuspoka einhver staðar upp í skáp held ég að það sé til, já, ég myndist að grafsa eitthvað. Já, en við vorum samt að ræða á hann við Bjössi. Hvað gerðist með þig og ofurhuga? Það gerðist ekki, þátturinn bara fór að dagskrá, við bara hættum, þú mást náttúrulega því, við hættum og við fórum að gera tekin. Já. En af hverju hatar ofurhuga? Ég hata hann ekki, þetta er bara tímabil í lífinu sem er búið, skilur. Þetta er bara eins og þegar, alkoholisti hættir að drekka áfengi, þá vil hann helst ekki tala um það. En þá er hann, þá vill hann einmitt ræða það, það er betra fyrir hann. Já, lélegt dæmi. OK Fíkil sem er allt í orðið businessmaður. Erum Fíkil sem var í ræsinu. En skammast þið fyrir ofurhuga, Hugi? Skammast mín ekkert, þetta er bara búið þetta, move on, skilur. Það ætlar að vera fertugur og austur, skilur, alltaf bara sama. Já, það verður þannig, þú veist það. Já, vinnur, ok, þá gerir þú það bara. Ég er í öðru núna. Þetta var annað lélegt dæmi. En hvað, við vorum að hugsa, það er samt bara pínu eins og þú skammist þín fyrir hann. Ég skammast mér ekkert fyrir það. Af því að það má ekki ræða við, eins og núna, þú ert strax... Er þetta dagskrágerinn hjá okkur í dag? Voru þetta að mæta bara 15 og bara fuck, hörru, ekki mér huga. Þú ert strax orðin jumpy, heyrur það ekki? Nei, ég er bara búin að tala um þetta við, ég er búin að segja þetta alveg 100.000 sinnum. Þetta er búið, þetta er bara... Tímabilið er búið. En við erum núna, ástæðan við hringdum við vorum að ræða þetta en 70 og strákana því að hann er að fara að gera þættuna hérna Bjössi. Já, ok, já. Hvað er uppáhaldsofurhuga þín? Hvað var það flippast sem þú gerðir? Ég mani þetta ekkert, sko. Það er einhverju 2 atrið á einhverjum DFD-disk sem að 2 ára strákur minn er alltaf að horfa á. Já, horfa á pappa sinn í röglinu. Já, pappi, wow, segir hann. Já, hann það, sko. Já, þannig að ég gef honum það, þetta er góð minning, það er ekki það, en hún er búin, endurtek, búið tímabil. Ok. Ég veit ekki hvað er uppáhalds, ekki hugmynd það. Það var alltaf eftirmiðlum sem við síndum aldrei, þannig að þegar þið grófum með lifandi. Já. Það segum við eitthvað slappasta sem að sést hefur bara... Norðan heiða. Það var ekki gott. Það var ekki gott, við síndum aldrei. Það sé ekki bara uppáhalds því við síndum aldrei. En þannig að það er ekki hægt að fá þig í stekkjanir eða neitt svo leiðis rögl? Fyrir alvöru pening myndi ég kannski mæta, ég myndi íhuga. Jæja, ok. Ég er tilbúin að safna sem pening. Já, ég líka. Ég vil fá þig aftur í gallan. Já, ok. Ef ég byrjaði með eitthvað skemmtilegan sjónvarpsþátt í haust, fæ ég ofurhugan með mér? Nei, ok. Þið er fljótt svara. Þá heyrum við þig, Galli. Það var þessna sem þú ætti að segja við mig. Já, svaraði bara, ég ætla að hringja þetta smá og svaraði smá mótið og ræði við. Ég bara, fuck, hvað... Ég gæti ekki... Sjálfsögðu, hvernig datt mér annað í hugum bara að fara að ræða þetta? Við sjáumst ofurhugi. Döðamál. Vinur, hafðu það gott. Bye. Guð bless ykkur. Bye. Þetta var ofurhugi hér í... Já, heyrðu, hann var bara strax jumpy. Já, hann var svona líka neitaði fyrir það að hann væri jumpy sko og færi vörn, en var í vörn allan tímanum meðan hann var það. Ég veit, þetta er eitthvað skrítið dæmi, en eins og hann segir, þetta er búið og við skulum bara láta hann vera með þetta. Já, í bili alltaf. Í bili. Ekki ólengi. FM 957 kynir Sumarleik séð og heyrt. Séð og heyrt verður með skemmtilegan leik í allt sumar. Það eina sem þú þarft að gera er að svara 5 laufléttum spurningum sem birtast í blaðinu og þú átt möguleika á að vinna þér inn veglega vinninga.
Vinningshafar verða dregin út í morgunþættinum Mario með þeim Sverri og Óla á FM 957 alla föstudagsmorgna og verður stór ferðavinningur dregin út einu sinni í mánuði. Vertu með í gleðinni. FM 957 og séð og heyrt. Gera lífið skemmtilegra. Ólafur Stefánsson mesti afreksmaður í handbolta sem Íslendingar hafa eignast. 16. júní kveður hann landsliðið og við segjum öll Takk Óli. Farðu á takkoli.is og sendu Óla kveðju með texta, með Twitter eða Instagram eða einfallega með því að segja Takk Óli. Arion banki. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Gus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Eyþór Ingi, Jónas Sigursson og ritvélar framtíðarinnar, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Thule og Naumann kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Miðasalan á nýju sýninguna hefst á 50daginn klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Naumann, Thule og Sena. Við elskum grín. Opna Kapteinn Morgan-mótið í Fúsbal. Alla miðvikudaga klukkan 9 á bar 11. Athugið, skráning fer fram á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kapteinn Morgan á miðvikudögum í allt sumar. Pepsi-deildin hefur aldrei verið sterkari. Einn af toppleikjum sumarsins í beinni á Stöð 2 Sport. Núna það allt eða ekkert. FH-KR í kvöld klukkan 19:45 og Pepsi-mörkin þar sem 7. umferð Pepsi-deildar verður krufin til mergjar í opinni dagskrá klukkan 22. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Björn Breið með ykkur þennan mánudaginn. Styttist í sturlaða staðreyndir, þær eru hér rétt handa af horni. Fyrir ykkur sem býðið spennt þetta þeim. Vona sér einhverju að núti allavega. Já, allavega ég. Já, og ég. Allavega 2 að býða. En við erum inni. Hvað styrir? Já, við erum reyndar inni, það er rétt. Vonandi einhverju að núti sem að býða spenntir. Svo líka netmisnotkun og fleira hér framundan. En ég ætla að ræða hans við Björsi. Þetta hlutur sem við nú rætt áður, ég og þú. Hér í þessum þætti. Það vinur minn, Wayne Rooney. Já. Hann var að missa hárið á sínum tíma. Já. Fór í hárigræslu. Já. Og það fór ekki fram hjá neinum. Einmitt. Sem fylgist allavega með fótbolta. Því allt í hennu var hann komið luppa. Já. En hann var að fara núna. Hann fór sem sagt 2011 og hann kostaði hvorki meira en minna heldur 15.000 pund. Sem nú 200, já, þetta You can't put a price on beauty. 3 milljónir held ég, það var. Og hann var að fara aftur núna. Já. 2 árum seinna. Já. Því að nú mann ég að þú spurðið mig nú einhvern veginn þessum þetta, hvort ég vildi ekki taka bara Wayne Rooney á þetta. Já. Ég glímið þá föllun að vera hárlaus á Ekki föllun, alls ekki föllun. Nei, hvað sem þetta kallast þá. Allavega það óheppin. Það ekkert óheppin. Ok, allavega eitthvað, ég sköllóttur. Hérna, það er flott. Já, það er glæsilegt. En hefði ég farið í þetta eins og hann og safnað 3 milljón. Náttúrulega þjóðin hefði alltaf safnað fyrir þig. Einmitt. Þegar þú ert þjóðareign. Það er fyrir svona baukar í sjópum. Já, í staðin fyrir þarna baukana sem alltaf fyrir klink þarna fyrir held ég hjartaheilli eða eitthvað svona. Já. Og hefði verið svona mynd af þér og svona, þú veist, kollvikonum og svona hárið að þynnast eitthvað svona. Álíka gott málefni. Já. Hérna, en þá þyrfti ég að vera að fara aftur núna, kannski eftir 1 ár. Já, hvernig virkar þetta? Og borga aftur 3 ár með þetta bara eitthvað sem ég ætti að viðhalda bara næstu árin. Hann ekki bara að fara að kýta í einhver göt sem að gleymdust? Kýta í göt? Nei, ég er að lesa hérna þetta. Hann var í 9 klukkutíma. Það er ekki neitt. Í þessar aðgerð, núna. Já. Og hérna, þannig að það var ekkert verið að kýta eitthvað 1 og 1 hár, sko. Var þetta bara do-over bara? Já, bara önnur aðgerð og aðrir $15. En hann var endur eiga það að Wayne Rooney. Veitu hvað sér, $15.000? 15.000 pund með þess að. 15.000 pund? Já. Já, vá. 1.000 pundur er 200.000.
Já. Þannig að þetta er ágætis peningur. Þetta er bara 3 milljónir? Já. Ok. Þannig að, já, veist, maður þarf greinlega peningu að það vera í þessu, en það stendur þetta hér í fréttinni líka, sko. En hár álíka bara að vera fyrir ríkt fólk. Þeir eru ekkert fyrir fátækt líka, það er með hár. Fátækt fólk hefur ekkert við hár að gera. Nei, það er rétt hér. En eftir að Wayne Rooney fór í þessa aðgerð 2011, þá hefur það sko aukist 25% í Bretlandi, þannig að þetta er ekki lengur sama feimnismáli eftir að Wayne Rooney opnaði sig með þetta. Nei, kallinn, sko. Ég nefnilega held þetta sé svolítið þannig sko, að mörgum hefur langað í þetta, en svona ekki þóraða því að þú veist, allir vita eru sköllóttir og svona þóra ekki eitthvað svona. Já, þetta er, ef þú ætlar að taka svona aðgerð, ef þú ætlar að fara í bara láta setja hár á hausinn að þér, bara hár ígræðslu, þá verður það opinn með það. Þú getur ekki mætt allt í vinnuna bara að auðvitað hvað kom fyrir. Ekki neitt. Hárið er bara að byrja að vaksa aftur. Já. Nei, en ég held nefnilega, mönnum hafa þóttur á svo gott sem byrju, heyrðu, Wayne Rooney er að þessu. Akkur má ég ekki Ég er að segja, það er einmitt það sem bara ég hugsaði. Bara á maður að taka Rooney á þetta bara. Já, nákvæmlega. Þannig að hann hefur opnað fyrir hellingafólki þarna. En þú veist, hvað hugsa, ég meina, hvað, líst þér, er þetta ekki svolítið sniðugt bara? Nei, ég er búinn að hugsa þetta. Þetta er ekki. Hvað þá eftir þetta? Verða kannski búin að eyða tæpum 3 milljónum í þetta? Sko, þú ert aldrei að fara að borga þetta sjálfur. Fara svo aftur í einhverja 9 tíma aðgerð og þetta gengur ekki. Þjóðin eða ríkissjóður er alltaf að fara að borga þetta fyrir þig. Ef það var einhvern tíma að glæta, ég myndi að skoða þetta, þá dói þetta þarna. Eftir ég sá hann þurfti að fara aftur í aðgerð. Já. Það er bara ekki nógu gott, verða að fara bara 2 ára fresti, þú veist, það var ekki allir efn á því. Ekki gefa voninu svona. Nei, ég býst við því að verði komin einhver pilla eftir nokkur ár. En segð mér eitt, fyrst við erum að ræða þetta. Hvað er það svona skrítnasta sem þú prófaðir? Svona, þú lítur á að prófa eitthvað svona dót, sko, þegar þú varst að pælið að hárið verið þinnast? Já, það var að láta nutta skallan á mig með habanero-pipar. Og gerði það 2 í mánuði. Habanero-pipar er sterkasti pipar sem maður finnur, sko. Hver sagði þér að gera það? Eyvi, ég fréttaði að Eyvi og ég hvatti Jóhannes Ásbjörnsson og Sverrir Bergman til að tjekka á sem við vorum allir í þessu. Já, og þetta greinlega virkar því að þetta er allt menn með þykkan lubba í dag. Já, þú sér það. Hárið eru bara á Eyva og varst bara, já, mér langar í svona þykkt og fallegt hárið sem þú. Ég ætla að nutta mig með habanero-pipar. Ég var búin að heyra að þetta væri að stóðist. Þetta færi bara eftir því, þá búin að segja mér að ég myndi fara í þetta, þá myndi ég halda því sem ég væri með. Já. En það gerist ekki, svo það var líka alveg skellulegt. Ég fór í þetta sko og það var að vera nutti sig í hárvöxtunum minn. Svo fór ég á fótboltaæfingu sama kvöld og byrjaði að svitna. Einhver mesti sársauki sem ég upplifað. Fór þetta alltaf í augun og eitthvað? Já. Býttu, var einhver annar sem nuttaði sig í þig? Já. Hver? Hvað heldur ég er bara að fara út í búð og keypt mér habanero-pipar og... Nei, ég meina hvað, er bara einhver habanero-nutt skalla þjónusta á Íslandi? Nei, það var kona sem var að gera þetta fyrir mér, sko. Hvaða fúskari var það? Nei, það er þetta frábær kona. Hún var svona að reyna að nutta þessi í hárið á mér. Herri, mánudegi. Þessi pía sem er að syngja með honum, hún er fædd 94. Sem er að syngja þessu lagi? Já. Ok. Ella Eyre eitthvað, hana. Já, nafnið hennar kemur aldrei fram. Jú, Ella Eyre, það er rétt, það stendur með senna. Rúta Hildal og Ella Eyre. Þetta er næsta stórstjarna Bretlands. Já, þetta er allavega flott lag og flott rödd. Tell me that you want me. Já. En það er hins vegar komið að sturgluðum staðrindum hér í FM 95 blöðum. Kæru hlustendur. Sko, ef það væri ekki fyrir sturglaða staðrindir, þá myndi ég örugglega bara ekki mæta neitt. Nei, veit það, þú ert að verða alltaf stór fyrir þátt og sagði það sjálfur. Já. Þú kemur út af stjörnluðum. Já, ég kem út af stjörnluðu staðrindunum. Já, og ég er það er það sem heldur líf í mér. Ég er með þess að fanta stjörnluða staðrindir í dag. Já. Og ég held að bæði þú og hlustendur verði gríðalánaðir. Ég verð að spyrja það eins og ég ger alltaf, hversu stjörnluðar? Það eru mjög stjörnluðar í dag. Það er bara þannig. Ef þú ættir að líka þeim við eiturlyf. Heroin. Heroin? Já. Ok. Ekki það, ég voða lítinn áhuga að líka einhverju við eiturlyf fyrir þessu þetta. Já, þú ert alveg búin að snúa baki við því öllum. Ekki eins og djóka með svona okkur. Það er komið að stjörnluðum staðrindum og talandi eiturlyf, Tim Allen var dæmdur dópsali áður en hann varð frægur. Þetta vissi ég ekki. Góð tenging í fyrstu staðrindina maður. En þetta vissi ég ekki. Tim Allen? Já, ég held að þetta var Tim the Toolman. Já, sem var í Home Improvement og Santa Claus og... Hann satt í fangelsi og eitthvað, sko. Já, hann var dæmdur dópsali, hann var að selja eiturlyf. Já, ég vissi þetta. Þetta vissi ég ekki. En þú veist, mjög góð staðrind. Og þið, kæru hlustendur, já, þessi fannst mér sturgluð, ég held að þetta væri bara eitthvað svona algjör family man. Já, en ég menna að þú veist. Hann er kannski family man í dag, batnandi mönnum, best að lifa. Já, en ég menna að þú veist, það fór smá eiturlyf og svona. Hættu þessu. Ég er að djóka, það er það sem ég geri. Ég veit það, þú ert algjör... Það er ástæðan fyrir ég er þetta. Þú ert algjör grínisti. Það er komið að næstu, köld sturta er betri fyrir hárið þitt en habanero-pipar. En heit sturta. Þannig að
ef þú vilt hafa hárið þitt silki mjúkt, var það í kalda sturtu, samkvæmt sturluðum staðrendum. Veistu, ég held að ég bara, ég held ég veit, eða svona, að þetta sé satt, sko. Svona þegar maður hefur farið í svona kulda. Já, ég tengi við það. Ok, þetta er alltaf, sko, allt sem er sagt í sturluðum staðrendum er rétt. Já, sá hluti stjórnenda þáttarins sem með hár, hann gútur af þessa staðrend. Takk fyrir það. Svo er það næsta, umsóknir í herinn jukust 500% í Bandaríkjunum eftir að Top Gun var frumsýnd. Já. Hvorki meira en minna, það vildi allir bara, það heldur greinlega allir í Bandaríkjunum, það er svona eins og ég þegar ég er búin að sjá okkar góða bíómynd. Já, vilt verða þetta. Það vildi vera það sem ég var að horfa á. Já. Það heldur greinlega bara allir í Bandaríkjunum að bandaríski herinn væri bara svo Top Gun, þú myndi bara vera í einhverjum þröngum gallast uppbuxum í blaki og millið þess að vera á mótuhjólum með draumapíunniðinni. En byrju, voru þeir sko, þeir voru bara flugmenn samt? Þeir voru ekkert eitthvað að fara í eitthvað stríð? Já, þeir voru flugmenn í hernum samt. Já, ok. Þannig að þetta hafði góð áhrif fyrir herinn. Já. Svo er það hér, 80% fólks þykist fyrir að senda SMS í óþægilegum aðstöðum. Ég gerir þetta. Já, ég þykist líka að tala í símann. Ég líka, ég hik ekki við það. Ég set símann á silent og svo, já. Ég líka mikið ef ég er einn. Já. Það er bara einhvers þar og finnst mér stundum bara óþægilegt að standa bara og vera ekki að gera neitt ef ég er að býða eitthvað. Það þykist ég oft fyrir að senda SMS. Já, reyndar sko eftir að maður fær svona snjallsíma sko. Neti og svona getur actually verið á netinu. Já, þá er maður á netinu, já. En þegar ég var ekki með net í símann, þá var ég samt í þessu að þykjast að senda SMS, sko. Þetta er rosalega skrítið. Mér finnst rosalega óþægilegt að fólk sjáu að maður standi bara og bíði. Eða sitji og bíði eitthvað þar, sko. Ég er alveg sammála. Það er ekki gaman. Nei, það er eiginlega bara vandræðilegt, þó að eigi ekkert vera vandræðilegt. Nei, nákvæmlega. Það er alltaf að bíða. Já. Svo er þetta hér. Það er til Pokémon-spil sem kostar $20,000. Eða það er bara 3 milljónir. $5,000 meira en hárigræðsla. Já, fyrir eitt Pokémon-spil. Já. Og ef þú þurftir að velja á milli hárigræðslu eða Pokémon-spil. Það væri létt val. Ég hef aldrei skilið þetta Pokémon-rugl. Ertu gamall Pokémon-fíkill eða? Nei, er það ekki? Þú ert svo ungur nafnilega, sko. Ég ætti að vera kannski að leika þér í þessu. Já, ég er ekki nógu ungur samt. Nei. En hvað gerði maður í Pokémon? Varst það að berjast eða var þetta bara eins og að safna körfuboltamyndum? Ég veit ekki alveg, sko. Í lítið rugl. Já, er þetta ekki alltaf rugl? Ég meni svo Poxið. Það var rugl. Algjörð spurning. Að prumpa er mjög gott fyrir heilsuna þína. Já. Það er röglega skárinn að gera það ekki, sko. Já, ekki vera að halda það inni. Jú veist, reyndu nú að samt að... Hlustendur, ekki gera það, ekki halda það inni. Það er samt, ekki ert þú svona típa, lætur þú flakka að þú ert með vinninum með það? Finnst þér það líklegt? Ég er svo snirtilegur og góður drengur. Já, en það er samt í þóliki þegar menn taka það. Það er ekki fundið að prumpa fyrir fram að vinni hérna. Nei, ég veit það. Og kemur eitthvað viðbjóðslega lykt. Ég er að segja það, ég gerir það aldrei. Það er 2 sem er í þessum þætti sem hik ekki við það. Giska hvaða 2 týpur það eru. Ég ætla að segja að sé þriðjudagur og föstudagur. En föstudagur og fimmtudagur. Föstudagur og fimmtudagur, já, auðvitað. Svo er það næsta. David Levy, sem er virtu vísindamaður, vil meina að árið 2050 verða vélmennabrúðkaup leyfileg. Þá verða vélmenni bara farin að gifta sig hér hjá okkur á jörðinni. Já. Og allir komnir með vélmenni og eitthvað. Komnir með vélmenni? Inn á heimilist. Hvernig vélmenni? Ég veit það ekki. Þú veist, er vélmenni með tilfinningar, skilur? Það verður kannski þannig, 2050, já. Fyrst að, menn okkur vil að giftast annars. Ég er rosa fegin að við erum uppi núna og verðum bara dauð, svona, þú veist, skilur, 2000 og... Ég ætla að vona ég verði ekki dauð 2050 samt. Þá er þú hvað nýraður eða ekki? Það er 80 og... Nei, það eru 70 ára. Þú fættur 1960, eða ekki? Ég er 70 2050, já, ég ætla að vona ég verði að það. Ég er að segja, skilur, eftir svona 2100, þá held ég að þetta sé allt. Já, þá eru allt komið rugl. Já, ég er alveg saman að því. Köttur er með 20 sinnum betra skammtímaminni heldur en mannfólkið. Já, ég trúi því ekki. Ég veit ekki hvernig það er mælt samt. Nei, ekki. Hvernig eru menn að tala við kött? Ég nægir sér ekki alveg. Hvernig fílar eru ketti? Ég er ekki mikill kattamaður. Nei, ekki heldur. Það er enda, þú veist, eins og eftir ég sá hérna myndina Meet the Parents, þá svona aðeins hækkaði kötturinn í álítið að mér að því að hann var að tala um Robert De Niro og þú ert að vinna virðingu kattarinn, sko. Meðan hundurinn, hann verður bara bestu vinniðinn strax. Það er ekki satt. Þú ert að hafa fyrir hjá kettinum. Hundur er bara nenni ekki. Hundur er með social skills. Þú veist, hann er félagsvera, skilur. Já, og þess vegna er líka, ég nenni ekkert að vera að sleikja eitthvað kött svo hann fílum. Nákvæmlega. Bara vertu vinnu minn. Ég á þig. Þeir líta svo niður á okkur. Já, ég er að gefa, þú ert að gefa þess að borða. Já, og hann er bara eitthvað, ég er ekki viss. Þú ert að hýsa þetta. Já, auðvitað hann elska þig. Já. Það getur þurfa að vera að sleikja hann upp. Svo er það hérna, það er til... Kattur. Já, kattakveikindi. Það er til fyrirtæki í Bandaríkjunum
sem heitir Shit Senders og þeir senda kíló af belju, fíla eða góruluskít á viniðina eða óvinni og gengur þetta fyrirtæki ágætlega. Vá, hvað það er gott. Já, en ef þú tekur pyrraður þá bara ferði inn á Shit Senders og... Shit Senders? Já, og lætur senda skít. Og hvernig sko er hann hérna afgreitur? Það stendur ekki. Nei, af því að það skiptir svolítið máli. Ég þarf ekkert að grýta sér hurðina fyrir þig. Nei, það er nefnilega það sem ég væri til í að borga fyrir. Ég er ekki, ef ég þarf að senda þér skít, ég vil ekkert að hann verði afgreitur í einhverjum fallegum umbúðum. Nei. Ég vil að hann komi bara fljúandi um gluggan hjá þér. En samt sko, já, ef ég myndi fá þetta send, myndi maður ekki bara hættu sér garðin, er þetta ekki gott fyrir garðin? Jú, þú veist, það er gott, ef þetta er vinnin. En ef þetta er óvinnin, þá viltu að þið þrusi sér út úr hérna. Já, ég væri ekkert að senda vini mínum skít, sko. Nei. Það er tilgangsvært. Svona síðasta, 37% karla eru með augun opin þegar þeir kissa, en aðeins 3% kvenna. Það er tilgangsvært. Já, er það ekki bara því að það er mun falleira sem við erum að sjá heldur en þær? Jú, það er mjög góð. Passa það ekki? Jú. Sturla staðreyndir búnar í dag, hvað fannst þér standu upp úr B.B. King? Það voru góða staðreyndir. Það voru fínar í dag nafnilega. Fínar staðreyndir. Ég var mjög ánægður með þér. Ég var svolítið ánægður með skítaþjónustuna, sko. Já, ég er líka með Top Gun, það jógst 500% í Bandaríkjunum, allir að sækja í herinn. Hvað er einhver mynd sem stendur upp úr hjá þér eftir þú sást hana, þá vildur þú bara vera þessi gaur, eða vildur þú vera, eins og það segjum, og búin að sjá Batman, þá vildur þú vera superhetið eða eitthvað svona. Já, þetta er mjög góð spurning, sko. Mín mynd tengist nefnilega Tom Cruise líka, en ég vildi ekki fara í herinn. Hvað myndi það? Ég ætlaði að vera kappbókstusmaður eftir ég sá Days of Thunder. Já. Ég var bara ákveðin í, ég var 10 ára eða eitthvað, 11 ára. Já, mér langaði svolítið til þess að byrja að selja amfetamín eftir að horfa á Breaking Bad. Mér langaði að vera eldaði sjálfur og svona. Já. Það er svona fyrsta sem ég dæði trygg. Og svo núna bara daginn að fór ég á Fast and the Furious 6 og ég var að kaupa mig nýjan bíl. Þú horfir bara á gæðamyndir. Já, þannig að núna ætla ég ætla að fara að stoppa þjófaðum alla Evrópu. Já. Og ætla að vera svona svo Vin Diesel. Það er svo góð, sko, þegar þú kemur með eitthvað svona, eitthvað life-changing upplifanir, sko, og það er eitthvað, ég horfði svolítið góða bíómyndi hérna, Meet the Parents. Og svo Fast and the Furious 6, sem breytti lífið mínu. Þú var að gera í Örstedt Kilóbóð, svo er það netmisnotkunnin, kæru hlustendur. Tryggðu þér miða í forsölu á Shell bíladaga sem fara fram 14. til 17. júní á Akureyri. Miðarnir fást á næstu þjónustustöð Shell og á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar á ba.is. Góða skemmtun, Shell. Háskólinn á Bifröst hefur verið leiðandi í fjarnámi í 13 ár. Viðskiptafræði, HHS og háskólagátt. Bifröst.is. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 11. júní. Happdrætti háskólans. Vænlegast til vinnis. Where is the party? Með Carlsberg í Svíþjóð 31. ágúst. Skráðu þig til leiks á carlsberg.is og þú getur boðið 3 aðilum með þér í partí ársins í Svíþjóð. 31. ágúst með öllu inniföldu. Þetta kallar á Carlsberg. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þér stuðlana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Silk Hydration, rakakrem og sólavörn. Nýtt frá Hawaiian Tropic. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin Óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Dude, what? Where's your other hand? Miðasalan á nýju sýninguna hefst á 5. klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin Óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Ellie Goulding hér með lagið I Need Your Love. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö og það er komin tími á dagskrárliðin netmisnotkunnin sem er alltaf á mánudum. Og við erum nú svona með okkar bestu vini hér í þessum dagskrárlið sem við skoðum reglulega og ég ætla að taka 2 svona gamla góða félagi hér, vini.
Og ég ætla að byrja á Völugrand. Vingur okkar Valagrand, það alltaf nóg að vera á henni. Já. Þessa dagann, og ég ætla svona aðeins að tjekka hér. Hún byrjar hérna 7. Hún var greinilega ekki alveg búin að negla hvað hún ætlaði að gera helgina. Nei. Því að hún spyr hér á 7. júní. Spyr hún vinna í skrifstofuna eða fara að rúnta niður í bæ í Kev Music Fest. What to do. Og það var svona árið flestir að segja að rúnta bara. Og en svo byrjar hérna kemur nú strax annað mjög áhugavert sem sama dag, 7. júní. David James á lausu? Spurningamerki. Anyone know before I go in? Ég veit ekki hvert hún var að fara. Nei. En hún ekki að tala að go in sko í viðreynslu? Já. Go in for the kill. Ætli það ekki? Já. Þannig að það segja allir hérna og svo eitthvað stelpur sem svara. Fyrsta svarið gott sko. Já, ef hann ekki á lausum alltaf redda því, þannig you go girl. Já. Og svo kemur hérna einhver Erna og segir yep. Og svo hérna segir Valagrand hér 7. júní, ok, my mission að fara á date með hún. Valagrand, hún eitthvað heit fyrir David James. Valagrand og David James, já. Það nú eitthvað parið. Já. En svo kemur hérna, þetta hérna sló með hans, skrítin dagur sem hann átti hérna á föstudaginn. Góðan daginn, skrifa Valagrand. Fekk alveg æðislegan stelpu og kósí kvöld með Kamila Guðmundsdóttir eftir þáttinu hann mér og horfðum á Empire Girls til klukkan 2. Svo sofnaði ég á sófan hennar. Og vitið menn, ég var vakinn með pítsusneið í andlitið út af Hreinn Pétursson hendi það á mig þegar hann kom heim fullur. Svo hringdi síminn og annar vinur minn, hann Toppi, bað mér að sækja sig utan hann var týndur í Keflavík for real. Alveg æðislegt morgun sem ég fekk. Sæþór Ólafur Pétursson frá bróðu þínum og vin hans, Jesus, I feel like a mom again. Gaman að þessu. Þannig að þarna var hún á föstudaginn. Skömmu seinna fekk hún verðlaun á degi íslenskrar tungu fyrir hennar status. Já, nei, það hérna, sko, hún liggur hérna í sófanum og kemur bara einhver félag hennar heim og byrjar að henda pítsu í andlitið á henni. Mér finnst það gott. Er þetta flippir sem á sér stað í dag? Þetta gott, Keflavíkur flip. Já, bara negla pítsu í andlitið á henni. Svo það hérna vinnur okkar, Ólíkir. Það... Já, gekk nú ímsu honum hérna. Já, þetta var viðburðaríkasta helgi. Já, eins og hann segir bara hér, hann segir bara erfiðasta helgi ævi hans. Já. Og hann hér með status sem hann setti í gær. Hér ég, ber höfuðið hátt. Það til 2 hliðar af öllun og meðan að hátíðinni stóð yfir, þá fannst mér þögnin vera best. Eftir margra mánuð undirbúning, þá erfiðustu helgi lífsmíns lokið. Ég nú á margra vörum og allir virðist vita best, sérstaklega þeir sem mættu ekki á Keflavík Music Festival. Það sem særi mig mest hversu orðljótt fólk getur verið bak við tölvuskjáin. Svo mér halda virkilega kommentin þegar séu mér ósýnileg. Ég les þau öll. Ég með breitt bak, læti þetta ekki bögga mig á því ég veit betur. Og svo kemur hann og tekur yfirlýsingu sem hefur nú komið í blöðin, þar sem hann biðjast afsökun á því sem fór úrskeiðis. Og svo endar hann því að hann vil þakka öllum og hann fær yfir 500 likes á þennan status hjá sig. Já. Og ég verð nú að segja það, ég hef sko, auðvitað urðu mistökun og var alveg skellu þetta fólk búið að kaupa kannski mið á 15-20.000 og færi ekki að sjá bönd sem að vildu sjá. En mér fannst það svona pínu eins og fólk vildi þetta, að þetta færi allt úrskeiðis. Já. Það bara ég eða, svona Íslendingurinn stundum. Ég veit ekki, það alltaf borga fyrirfram þegar þú ert að fara að skemmta til dæmis? Nei, það ekki alltaf gert. Nei, það ekki stundum bara betra. En það náttúrulega, sko, ef böndu voru búin að semja það náttúrulega þarf að gera það. Já, ég er alveg sammála. Ef þú voru búin að semja það fyrirfram, þannig að ég held að Ég held að sem að fara líka mest í töðunar á þeim böndum sem að spilu ekki að hann svaraði ekki síma sinn. Já. Það var svo mikið að gera á hann. Ég skil reyndar ekki með fullri virðingu frá Ólafur hvernig hann ætlaði að halda sko 3 daga hátíð með yfir 126 atriðum og vera 2 í því. Einmitt. Nei, ég veit að ég þekki það. Ég held að það hafa aldrei gerst áður bara. Nei. Og þú getur ekki ég get ekki skipulagt sko eitt stand-up gig á Sauðárkróki og aðeins 2, jú, kannski þá. Það var hægt. Það er maximum. Já, þannig að þetta, ég held hann að við ætla sér aðeins svo mikið því miður, en já, gæti verið. En þeir sem að fóru, sko, ég hef heyrt frá nokkurinn sem að mættu á Keflavík Music Festival, sem sagt 5. á laugardag. Ég hefði til dæmis, mér langaði hrikalega að sjá ég hefði viljað sjá Rudimental og þetta, já. En það var vist alveg geggjað á stóru atriðunum.
og Rudimental og bara alveg trillt. Ég verið þetta Tiny Tempa, það alveg geðveikt og Far East Movement var vist bara sjúkt. Þannig að ég skil ekki ákkur að, sko, ég dýrka alveg KK og Bubba Mortens, en ákkur að vera með 129 atriði, ákkur ekki bara ef hann búinn að fá þessari stóru bönd til að koma til Keflavíkur. Akkurat. Að halda það bara frekar utan það og... Ég sammála því líka. Ég skil ekki alveg ákkur að það var bara, það var eins og ólíkir ef að var einhver í símaskránnans sem kynna að syngja, þá varð hann að fá hann í Keflavík. Já, ég meina, þú veist, gæi sem að fara á Tiny Tempa, sko, ekkert endilega að biðja að fá KK næstan á svið. Nei, hann ekkert að grenja yfir því, sko. Þannig að þetta var svolítið skrítið að þurfa að vera með svona rosalega mörgadri. En ég vona að hátíðin sé samt komin til að vera. Því að það gaman að vera með svona tónlistarhátíð einu svona árið sem að koma artistar eins og Tiny Tempa, Outlandis og fleiri. Ég vona að þetta sé ekki búið að klúrast. En þetta var netmisnótkunin þennan mánudaginn, hún var nú róleg, ég fór yfir þetta áðan, það bara ekkert að gerast. Maggi Mix, jú, hann að hendin einhverju myndum af svínum og eitthvað, en annars þetta bara rosa rólegt. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Já, ég fæ eiginlega bara ekki leið á. M&M og Rihanna hér með Love the Way You Lie. Jannaði með þetta byrsi? Jú, þetta fínt. Ekki? Jú, segðu. Herðum, ég var að lesa hérna á preppinu. Það var verið að bæta heimsmet helgina. Já. Sem sko, ég fór að hugsa, það hægt að setja heimsmet í öllu, basically. Já. Og haldið auðvitað, en heimsmeti sem var verið að bæta núna, þessa helgina, Brian Bednarek var að setja heimsmet að klappa sem oftast á 1 mínútu. Já. Og nú spyr ég þig, Björn Bragi, hvað heldurðu að þessi Brian Bednarek hefði klappað oft á 1 mínútu? 430 sinum. Nei, hann klappaði 802 svar á 60 sekundum. Gamla heimsmeti var 721. Ég fór svona, veist, þetta hann hefði þetta að vera á svona tempói allan tíma. Miklu hraðar, sko. Nei, ég næ alveg hann að séru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ég næ alveg 20 eitthvað hann að hann byrja, þetta á 1 mínútu. Nei, já, þetta hraðan þetta. Þetta 60 sekundur. Hann þarf að sko 12 klöppum á sekundu. Þetta alveg sko miklu hraðar. 12 á 1 sekundu? Já. Nei, það ekki séns, sína kannski 5. En kannski að þú æfir þig. Já, ég held að hann ekkert reynt þetta breytt. En við þurfum að sjá myndband af þessu. Já, ég held að sé skemmtilegra, en þetta samt, sko, 802 svar, þetta fárálega mikið. Það sem ég hugsa alltaf með svona heimsmet, sko, veist, af því að, þú veist, þetta er svo mikill tími sem við farið í undirbúning. Já, að nenna þess. Fyrir eitthvað svona ógeðslega tilgangslaust. Já, montar þið á þessu. Þú veist, segjum að þú sért kærasta Brian Bednarek. Ertu þá bara, þetta kærastin hérna Brian, kannast kannski við hann? Nei, ok, hann á heimsmeti að klappa á mínútu, sýnduðum ástinn. Ertu að monta það á sig einhverjum fermingaöllum? Þetta er bara ræðilegt, sko. Þetta er ekkert eitthvað, nei, ég veit ekki, mér finnst þetta svo grilla. Já, þetta er ekki flott. Hvaða heimsmet myndið þú vilja eiga? Já, það er náttúrulega pottitt bara í 60 metra hlaupið eitthvað svona, 100 metra eða eitthvað. Það er svona heimsmet sem að vera til að eiga. Það er svona flott heimsmet, sko. Já, ekki að klappa á mínútu eða... Nei, eða eitthvað, þú veist, þræði eitthvað í gegnum nefið á sér eða eitthvað kjátt. Það er bara út í höfðu, sko. Já, það er komið tíma á örstuð skilaboð. Hér framundan Barnalandið og fleira. Þannig að ekki voru ykkur að skipta stöð. Við erum í fantafíling hér við strákanir. Klappið því. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi. Frá 10. til 21. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustanda og mókum nýjan minningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbirgðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Segjum sögur á stærsta farsímaneti landsins. Sendu söguna þína á segjumsögur.is og þú getur unnið Samsung Galaxy S4. Verð í sterkara sambandi.
Síminn. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma Gus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Eyþór Ingi, Jónas Sigursson og ritvélar framtíðarinnar, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Geimstöðin Kringlunni kynir. I need to remind you what is out there. Frá framleiðendum Uncharted-leikjana kemur einn harðasti leikur ársins. The Last of Us á PlayStation 3. We don't have to do this. Heimurinn grimmur og menn svífast einskis til að lifa af. Gagnrýnendur keppast við að lofa The Last of Us og hefur leikurinn þegar hlotið 9,6 í einkunn að meðaltali á metacritic.com. The Last of Us á PlayStation 3 í geimstöðinni Kringlunni á föstudag. Þekkir þú þína menn í íslensku deildinni nógu vel? Stuðlanir eru á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Dude, what? Where's your other hand? Miðasalan á nýju sýninguna hefst á 5. klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tónlistarstöðin FM. Hér með lagið Mirrors. JT, okkar maður. En það styttist hér í lagi á leiðinni heim og Barnalandið, en áður við förum í Barnalandið þá ætla ég að ræða hér við þig frétt sem er á öllum helstu miðlum landsins núna, hérna Bjössi. Já. Það vinkun okkar, hún Leon-C. Já. Henni tekst einhvern veginn alltaf að vekja á sér athygli með svona nokkra mánaði eða ára millibili. Og nýjasta útspil hennar er að kenna Björgvini Halldórsinni ófæri sínar hér á Íslandi. Já, einmitt. Og vill meina, hún sagði það í viðtali við þá vinn okkar Frosta og Mána í morgun á Harmageddon, að þetta væri allt Bó að kenna. Já, einmitt. Sko, er ekki komið nóg af Leon-C? Þú veist, þessu gríni. Ég skil ekki ef að Íslendingar eru svona vondi. Ég held til dæmis að það sé ekki mikill rasism á Íslandi. Allavega ef ég ekki orðið, sem betur fer ekki orðið var við hann, því að það er viðbjöður. En ég alltaf sækist hann afturringað eins pirruð og hann virðist vera á okkur öllum. Það er alveg ótrúlegt. Já, sko, þú veist, er þetta ekki hægt að vera fyndið? Jú, átti þetta að vera fyndið eitthvað tímann? Nei, bara svona því að það er einhvern veginn. Þú veist, það er alltaf bara mjög reglulega koma eitthvað svona fréttir af henni, hún með eitthvað störlun sem vellur upp úr henni, sko. Kenna einhverjum öðrum heldur en... Já, eitthvað svona, þú veist, þetta er allt samsæri gegn henni og þú veist, að því að ég meina það náttúrulega hlýtur bara að vera samsæri að fólk vil ekki hlusta á einhverja konu syngja yfir skemmtara, skilur henni. Það er náttúrulega hlýtur bara að vera samsæri að því að það er augljóslega betri tónlist heldur en Sigur Rós og Björk. Að ít og play á skemmtaranum og syngi yfir það, sko. Já, og fyrir utan það, þá líka Leon-C, ég meina hún fekk tækifæri í X-Factor í Bretlandi. Já, það var bara leið, sko. Já, sem þáttur sem að hefur nú gert nokkrar stjörnur eins og Leona Lewis og fleiri, One Direction og eitthvað. En hún fekk ekki break þar. Nei, það var það rasismi þá? Það var náttúrulega bara sínt brot úr því, sko, til þess að í svona hodni það sem verið að hlæja lélum keppendum, sko. Já, ég meina, hún var ljótt að segja, hún var flokkuð sem slíkur keppandi. Bara málega er að því að hún kemur fram í viðtöl, hægri vinstri, og drullar gjörsanlega yfir lið. Já, svo má aldrei segja neitt um hann. Bara nefnir á nöfn, sko, eins og bara Bó og stendur alltaf í fréttinni að hún hafa kallað Björk vangefin mongólíta, Sigur Rósa menn þjófa og Björgvin Halldórsson rasista. Þú veist, þetta er ekkert smá, sko, sem að
fúkarið sem að fá að fljúga í allar áttir. En svo er þetta einhvern veginn af því að þetta er hún, þá á þetta bara að vera fyndið og bara gett greinum þetta og allir bara, nú er þetta nýjast útspili hérna hjá henni. Það er alveg hægt að tala við bara veikt fólk og láta það segja ýmislegt þekkta Íslendinga, sko. Það er það sem ég er að segja, er þetta ennþá fyndið að vera, þú veist? Ég veit ekki, ég tek nú upp hanskan hérna fyrir Björgvin Halldórsson, ég lofa því, þetta er þvílíkur toppmaður að hann myndi aldrei vera að fara að eyðileggja ferilinn fyrir einum eða neinum, þannig að endur eins og hann segir líka sjálf, hann ætlar ekki að taka þátt í þessu gríni. Nei, nákvæmlega. Sem er bara hár rétti á hann líka. Já, þegar ég menna þú veist. Hann á ekki að fara að svara fyrir svona vitleysu. Sjálfsögðu ekki. En það er basically þá bara, það virðist vera í lagi. Það er alveg sama hvað hún segir, þá er alveg hægt að gera fyrirsögnir og draga fólk niður í skítinn. Þegar þú veist hvað heldur að Björgvin Halldórsson heldur hún sé skemmt. En heldur hún sé ekki líka drullu sama hvað einhver Beyoncé er að gera. Jú, en ég held að sé samt leiðilegt að, ég meina, Vísir og Divaf, þetta eru vinsælustu netmiðla landsins, að vera bara að vakna með kaffi og croissant og svo bara herðu, sagði standa á baku ofsóknir á hendur Beyoncé. Heldur hann fóði sér alltaf croissant í morgunmat? Já, ég held að sé típan sem er bara með sitt eigi cappuccino og croissant heima með gleraugun, rándýr, en að það er alltaf leiðilegt að lesa svona, þó svo að 99% af landsmönnum hugsa með sér, hvaða rugl er þetta núna? Já, algjörlega. Ég heldur að sé einhverjað núti sem hugsaðar, herðu, það getur bara eitthvað verið til. Já, herðu, hún væri bara á toppnum ef að Björgvin Halldórsson hefði ekki stoppað hana. Já, ég meina, eitthvað er það, því að stórkostleg söngkona er hún með frábæra, svona framkomu og þetta hlýtur að vera einhverjum öðrum að kenna en henni sjálfri. Hlýtur bara að vera. Akkur ekki að skella það bara Björgvin Halldórsson? Nákvæmlega. Veistu það, þegar þú segir að ég fann að trúa þessu. Þetta lag er alltaf flott. Muse er með Madness og vel við síðastu umræðu. Mjög fallegt. Já. Það er hins vegar komið að dagskrárlið sem að Björn Bragi sér B.B. King eins og hann oftast kallaður. Já. Það er Barnalandið. Hvað er að gerast í Barnalandinu núna? Veistu, sko, það er svolítið langt síðan að ég var með Barnalandið síðast. Já. Það eru margir mánuðir. Jón Gunnardur tók að hérna síðasta mánudag. Já. Stóð sér vel. Hann á líka börn. Já, nákvæmlega. Það hjálpar. Það hjálpar. Sko, er eitthvað að frétta þarna inni núna? Nei, það er voða lítið að frétta, sko. Er það málið? Já, þú veist, Engar skemmtilega spurningar? Nei, þú veist, það er eitt hérna sem ég held bara að sé feik og mér fannst þetta eitthvað kjánalegt, sko. Ég ætla að lesa það fyrir þig. Heldur að fólk sé feika þinni? Það er fullt, sko. Er það? Og þau kalla þetta togara. Já, ok. Þú veist, eins og troll, eitthvað svona dæmi, skiljur. Já. Þetta er svona svipað. Og þú veist, já, ég veit ekki alveg, þú veist. Að toga, já, svona svo. Toga fólk áfram með eitthvað, ég veit ekki hvað. Ok. Allavega, hérna er allavega eitt sem að margir hérna í þræðinum vilja meina að sé togari, sem að feik, sem sagt. Það heitir auglýsi eftir konu, fílukall. Og það er leið kona sem að skrifar. Hljóma svolítið eins og hún hafi stopnað þetta account bara til þess að henda þess inn, sko. Já. Ég skrifa undir 9 nikki núna því þetta er viðkvæmt, fílukall. Ég svaf hjá manni helgina sem á von á barni með konunni sinni. Hún er komin 4 mánuði á leið, segir hann, og mér langar til að segja henni frá því að ég hafi gert það vegna þess að ég er með nagandi samviskubit og vil að hún viti að maðurinn hennar hagar sér svona. Var maðurinn þinn eða einhver sem þú þekkir að skemmta sér með vinnufélögum helgina? Þá máttu endilega senda mér skilaboð svo ég geti beðið þig afsökunar. Já, ok, bara allir á Íslandi að skemmta sér með vinnu. Þannig að allir sem eiga mann sem var að skemmta sér helgina vinsanlegast sendi henni skilaboð. Já, það er okkur fyrsta sem hann myndi gera bara. Kannski var hún að sofa hjá honum. Já, þetta er... En það byrja bara, skilur, fyrsta komment bara what the fuck, til hvers í andskotanum varstu þá að sofa hjá manninum og svona heldur eitthvað áfram. Já. Og svo skrifa hún aftur, sko, vegna þess að ég hitt hann á skemmtistað og mér langaði til að sofa hjá honum og við vorum bæði talsvert drukkin. Það skrýtna er að hann vildi ekki nota verjur eða neitt og hvað veit hann það hvar ég er með vinkonuna á mér helgar. Svo held ég að ég geti verið ólétt líka. Mér er allavega orðið illt í brjóstunum, segir hún. Þetta er eitthvað. Og þá kemur bara komment, þú lítur að vera að djóka, get ekki mögulega trúað svona heimsku. Og svo kommentar eitt, sko, eða ein hérna, og þar sökk hann, byrjanda mistök að spila svona snemma út, held ég sé ólétt spilinu. Þannig að þú veist, þetta er svona, það eru konar svo langt í umræðunum að sko,
og þeir eru komin svo langt í svona fake umræðum líka að þeir spotta þeir bara Já, þeir eru fake. Já, bara leið. En þetta var nú, en það sagði ég við, mér fannst þetta ömurlegt. Og svo er bara annað bara... Ertu með þunglind Bandaland í dag? Þú ert ekki ánægður með þetta? Ég er ekki ánægður með þetta, sko. Annað er bara eitthvað játning og það er bara alveg sama dæmi, sko. Ég hef sofið hjá tugum manna sem voru í sambandi eða hjónabandi og svo heldur þetta bara áfram og verður eitthvað svona og fólk er bara, já, flott, þér, takk fyrir þetta góða innlegg, gangiði vel í framtíðinni. Þú veist, þetta er að bitast það, sko, sem að ég fann. Og það er bara eitthvað rugl. Svo reyndar var eitthvað svaka umræðum kona sem að lendi í því að sonurinnar sem er 5 eða 6 ára, skilst mér á þessu, gaf múslimskum vini sínum bita af pulsu og það er bara allt brjálað út af því. Okay. En það er svona kannski árekstur menningar heima sem að við erum ekki alveg nú og svona við erum ekki stakk búnir til þess að fara að kryfja hér í FM 95 blöð. Nei, en það er svona náttúrulega muslima, þeir geta ekki hendi í sig einni slöngu. Nei. Það er bannað. Það er bannað samkvæmt þeirra trúarbröðum. Já, það er synd fyrir þá. Já. Mér langar bara í pulsu að tala þetta. Já, ég er í muslimaliðinu, sko, ég borgi pulsu, sko. Ég ætla að hafa með pulsu eftir, svei mig þá. Herru, takk æðislega fyrir þetta Bandaland, Bjössi. Þetta er vel preppað hjá þér og rosalega. Ég fór yfir þetta allt saman. Já, það var bara ekkert að gerast þannig. Ég er ekki talsmaður Bandalands. Nei, ég veit það. Ég ætla ekki að fara að drepa sendibúðan. Það er ástæða fyrir því að við erum ekki búin að vera með Bandaland í marga mánuði. Er það að deyja? Nei, þú veist, svo er náttúrulega fullt af bara svona eðlilegum umræðum. Já, sem við græðum ekkert ára. Já, þú veist, það sem einhver er bara að spyrja, heyrðu, hvar getið fundið góða matvinnsluvél og eitthvað svona, sem er bara eðlilegt að fólk vilja fá svona leiðbeiningar með. Já, ég held að sé mér gott að selja og kaupa hluti þannig, sko. Algjörlega. Þetta er mikið nýtt í það. En það er kannski ekki svona, þú veist, að því að við erum að leita svona krassandi drasli. Já. Ég var ekki alveg að finna núna. Það er líka sumar. Já, það er ekkert, fólk er minna inn á svona einhverju svona síðan eða ekki. Já, fólk vælir minna á sumrin. Já, við ætlum að fara hér í skilabóð, svo er það lagið á leiðinni heim og fleira. Þannig að við þökkum Björns að kella yfir þetta. Þetta var æðislegt. Það var ekkert, verið ykkur og góður bara, íslenska þjóð. Í Háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst, lítil borg í Borgarfirði. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistinn. Svalaðu þorstanum með hollum og ljúffengum Flórídana heilsusafa og taktu þátt í safaríkum tappaleik. Glæsilegir vinningar fyrir alla fjölskylduna sem koma sér vel í sundi. Flórídana. Lifðu vel. Segjum sögur á stærsta farsímaneti landsins. Sendu söguna þína á segjumsögur.is og skemmtu þannig vinum þínum og landsmönnum öllum, auk þess að eiga möguleika á veglegum vinningum. Verð í sterkara sambandi. Síminn. Samviskulausa freistingar. Gló, yfir náttúrulegu veitingarstaður. Opna Kaftin Morgan-mótið í Fúsbal. Alla miðvikudaga klukkan 9 á Bar 11. Athugið, skráning fer fram á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kaftin Morgan á miðvikudögum í allt sumar. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blöð og Björn Bragi í FM 95 blöð. Gríðarlega vinsælt lag hjá keppendum í fitness. Er það? Fólk er að spóka sig já. Mikla vöða. Hefur þið mætt á svona fitnessmót? Nei, séðu sjónvarpinu. Jú, ég hef einu sinni mætt. Ég lík því. Ég fór einu sinni með Agli hér á eitthvað svona fitnessmót. Já, og... Það var mjög skrítin stemming. Það var alveg gaman að sjá stelpunar.
Svona model fitness. Já, litli berrin. En mér fannst eitthvað skrítið að sjá kallmenn á sundskýlum vera nikla vöðan og svona allir dæmir. En hvað sko, svo koma þér inn, bara einn í einu það ekki, og eru með eitthvað svona lag og dans, eða nei, hvað er dansa? Ekki dansa, bara svona sína vöðana og veist, svona pósa, þú ert að vera góður að pósa í þessu. Já, nokkulega. Mér finnst einhvern veginn, sko, ég er búinn að vera að mæta svolítið í Laugar upp á síðkastið. Já, ertu að labba þar að pósa og... Ég er að æfa pósurnar aðalega. Nei, mér finnst það svo margir í þessu, sko. Þetta er orðið... Þetta er gríðarlega vinsælt á Íslandi, fitness, sko. Og þú þarft viljastyrk til að geta tekið þátt í þessu. Bara þetta fólk borðar ekki kolvetni bara einhverjum vikum fyrir keppni og... En kolvetni er svo góð bragð. Já, ég get ekki verið án þeirra maður. Rítsur. Já, svo líka kolvetni er eina sem að heilin notar. Já, þannig að maður verður heiladauður en fallegur. Já, basically. Já, og hvort myndur frekar vilja vera mjög heimskur og mjög fallegur? Af hverju ertu heilað og þú ógeðslega sætur? Já, það er alveg svolítið góð pæling. Eða mjög gáðaður. Rosalega góð pæling. Mjög ljótur. Hvort myndur frekar vilja? Að vera mjög fallegur eða mjög gáðaður? Þú ert náttúrulega svona frekar fallegur og ekkert sérstaklega vel gefinn. Ég er hvorugt. Ég er heimskur og ljótur. Nei, þú ert rosalega fallegur. Þú varst kynþokkavilsti maður Íslands hérna? Já, það er mörg ár síðan. Nei, hvenær var það? Ætlar að horfa á leikina í kvöld? Hvenær var það? Það var ekkert, þetta var eitthvað á vikunni. Já, en byttu. Við höfum ekki drætt þetta. Þú þarft ekki, ég get alveg að það var 2007 MBL, 2004 vikunni. Já, við erum að fletta sér hérna. Já. En hvernig svona, þú veist, að því að nú ert þú rosalega hégóma svona fullur og grunnhygginn einstaklingur. Hvernig var ekki svona algjör draumur fyrir það að fá þennan titil? Jó, alveg. Ég elska þetta. Ég hef bara aldrei verið jafn stoltur. Ef að fegstu símtal eða... Hvað segir þau? Fegstu símtal frá vikunni eða hérna... Var ekki vikan, sagður? Já, vikan og MBL. Vikan og MBL bæði? Nei, það var munaði samt 3 árum. Já, ok. Og sást þetta bara, fegstu símtal frá hérna... Það var hringt í mig. Já, og bara, já, ég veit, þú varst kynþokkavelstur og bara... Þú varstu bara orðlaus. Já, bara eins og í vikunni, þá var það ekkert að því ég var svo kynþokkafullur. Þá var bara, þú veist, Sveppi setti bara stað, við vorum með þáttinn 70 mínútur og það var netkostning og það var eiginlega ekkert hægt að vera með netkostning á þessum tíma á þess að við Sveppi myndi vinna hana því að það voru aðalega bara úlíkar sem voru alltaf á netinu þá. Já, einmitt. Og eins og bara með sjónvarpsmaður ársins og annað. Já, nákvæmlega. Við settum bara stað herrferðir og það er heppnuðust. Já, þannig að þetta var herrferð. Já, ég meina það er ekki neitt sem að þú myndi gera til að vinna eitthvað titil að setja stað eitthvað herrferð. Ó nei, kallið mér. Ó nei, það myndi ég aldrei gera. En segðu mér sko, en á MBL, þú veist, þú hafðir ekkert áhrif á það. Þú varst bara kosinn. Já. Enda mjög, ég veit ekki af hverju út vandræðilegur yfir því kynþokkanum. Ég er ekkert vandræðilegur. En það sem væri reyndar, það væri samt góð fyrirsögn, vandræðilegur yfir kynþokkanum. Jú, ég væri til í að sjá viðtal við undir fyrirsögnu, vandræðilegur yfir kynþokkanum. Nei, það er sennilega ógeðslegasta bara fyrirsögn sem þú gæti fengið, það er svo sérnt að... En hún er samt mjög lýsandi fyrir þig. Nei, alls ekki. Ég þól ekki þú að byrja að reyna að vera leiðilegur. Nei, sko, þegar ég er að tala um hvað kynþokkavillur, þú ert sko með... Það er ekki svona að gera, þú ert að reyna að láta mig líða illa. Nei, þú ert með... Og það er að heppnast ágætlega hér. Þú ert með 40% á við léttmjólkuferðinu. Og þú ert mjög skorinn og flottur. Með glæsilega bakvöðu, þú ert eins og leðurblaka. Þú ert eins og leðurblaka í ból. Og svo ertu með gullfallegt andlit. Þú ert með falleg augu. Já, ég glæsilegt. Og svo ertu með hennan kallmannlega híjung. Já, akkurat. Hvað langaði á mig? Nei, ég er bara mæl, þú veist. Nei, þú ert að reyna að gera mig vandræðilega og það er að heppnast þér. Þú ert einhleipur og hérna, ég er bara að hvetja konur þjóðarinnar til þess að tjekka á þér. Já, ég er nú að taka undir það. En hérna, en þú veist, nýttist þetta þér eitthvað, þessi titill eða? Hættur. Hérna, það er komið að læginu á leiðinu heim og áður en að ég, ræki hérna við borði. I'm too sexy for my shirt. Nei, læginu á leiðinu heim er með hljómsveit sem er í miklu uppáldi á mér. Ég ætlaði að spila Bon Jovi af því að ég var hrósað þeim á staðan. Já. En það eru bara svo fá lögina til með Bon Jovi. Má ég segja veto á til dæmis Radiohead? Ég nenni ekki að vera meira Radiohead í læginu á leiðinu. Það er ekki Radiohead. Og það er ekki Band of Horses heldur? Nei, ekki heldur. Og ekki Pearl Jam? Nei. Ok. Ekki þessu. Það heldur ég sé alltaf með sömu hljómsveit. Þú ert rosa mikið með þessu Nei, nú ætlum ég að breyta upp á nýjung. Þessi hljómsveit sló í gegn fyrir nokkuð mánuðum síðan. Og ekki Eddie Vedder heldur? Eddie Vedder, það er ekki Eddie Vedder. Ok. Af hverju heldur ég sé svona einfaldur? Veist ekki hvað ég er með ógeðslega góðan smekk?
með Sweet Child of Mine. Grammy velunalag. Það? Ríkalega flott. Já. Kunna þetta? Já, eða þeir kunnu þetta. Já, það verður víst að... það verður að viðurkenna það. Hann er búinn að tapa sér, hann Axl Rose, því miður. Já, ég held að þetta hafi alltaf verið nett ruglaður, sko. Já, þessi frægð var ekki að hjálpa honum. Nei. En þeir spurðu þarna í laginu Where Do We Go Now? Og svarið er einfalt, það er heim. Það kom að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö. Já. Og erum við Bjössi búin að vera hérna með ykkur sem 4 í dag. Mónandi höfðu þið jafn gaman að því og við búið fljótt að líða. Já. Hvernig er kvöldið hjá þig, Bjössi? Ég veit ekki alveg. Ekkert búin að plana? Nei. Það er hellingur að vera í kvöldsamt. Já, ég held ég ætla að njóta þess fyrir framann sjónvarpið. Að horfa á FH og KR þá? Já, ég held ég verði bara aðeins slagur. Já, það er gott viður, ég hugsa að kappalagar ekki verði fullur af fólki. Já, smekkfullur. Margir að fara á völlin. Kannski skellir maður sér. 2012, ég vonandi að fara 0-0 því að þá verður Valur ennþá á topnum. Já, þeir eru þínum en eru flottir. Já, við erum á svaðaróli. Það er annað í Árbænum. Já. Það er ekki alveg sama róli á ykkur. Nei. En vonandi með King TG og fleiri að þið rífið ykkur í gang. Já, við eigum að skilið. Fylkir er svona lið sem maður getur ekkert verið illa við fylki einhvern veginn. Nei. Sem er kannski ekkert endilega jákvætt. Ég veit ekki, þú veist, ég held að sé alveg einhverjum illa við fylki. Já. Örugglega einhverjum. Já, ok. Mér finnst það bara eins og að vera illa við Viggan eða Aston Villa eitthvað svona. Ok. Svona, lið sem einhvern veginn er alltaf annað bara með og hafa gaman að. Já, ok. Ég er að stríða, nú er einhver fylgir sem er brjálæður. Nei, bara svolítið skrítið það því að þú veist, það er ekkert langt sen að við erum til þess að byggamestrar. Ég meina þínum er í Tindastól, hvað eru þeir? Við erum í fyrstildinni á fínu róli. Nákvæmlega. Fínu rólið þar. Akkur er þú ekki út fyrir einhverjum Valsari? Já, ég er Valsari, ég var Valsari áður en ég var Tindastólsmaður. Það er ekki það, Valur eru ekki í Tindastól 2007. Það virkar ekki svona. Virkar ekki. Þú ert Tindastólsmaður. Nei, pappi, sko, það er pappa þakka ég sé bæði United-maður og Valsari. Hann er gríðalegu Valsari, sko. Þannig að ég er alveg upp sem slíkur. En ætlar að horfa á Game of Thrones eða? Ég er ekki Game of Thrones maður. Já, alveg rétt. Það loka þátturinn í kvöld. Ég er mjög spenntur. Já, þú veist, er dvergurinn að fara að taka við kastalanum með það? Nei, dvergurinn var ætlið að dreka hana. Náttúrulega, ég ætla að horfa á það. Og þakk ykkur fyrir hlustunni í dag. Kæru hlustunni, takk fyrir daginn, Bjössi. Já, sömuleiðis. Takk ég vel á mútið Rikka G. Hann er mættur einn í einhverjum köflóttum buxum sem ég veit ekki alveg hvað er. Vonandi á leiðinni í gólfum, maður veit aldrei með hann. Já. Það má taka fram að þessar buxur kostu 35 skall. Já, hvorki meira en minna. Og hann verður með ykkur til 9 kvöld. Verður ekki stuðaður ekki? Geðveikt stuð, takk ég vel mótónum, við ætlum að enda þetta hér á Ríhönnu með laginu Right Now við Sveppi Krull eða ég og Pétur Jóhann verðum mættir hér á morgun. Það gæti verið að þeir hobbitarnir séu að skipta vakt, þannig að það verður annarkvort Pétur eða Sveppi með morgun, ekki missa því. Elgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðja, Grensásvegi. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Háskólinn á Bifröst hefur verið leiðandi í fjarnámi í 13 ár. Viðskiptafræði, HHS og háskólagátt. Bifröst.is. Paramount og Coke Zero kynna Pain and Gain, a better place. Sannsöguleg mynd sem fjallar eitt ótrúlegasta mannrán mannkynssögunar. Mark Wahlberg og Dwayne The Rock Johnson hafa aldrei verið betri. Pain and Gain, frumsýnd 12. júní. Get him! Syndum saman í sumar. Svalaðu þorstanum með hollum og ljúffengum Flórídana heilsusafa og taktu þátt í safaríkum tappaleik. Glæsilegir sundvinningar fyrir alla fjölskylduna. Flórídana. Lifðu vel. Vissu þið að smálum kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Íslenski boltinn rúlar á lengjunni í sumar. Aukt á spennuna og leiktu með þeim bestu. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin.